Þá leit Jesús upp og sá auðmenn leggja gjafir sínar í fjárhirsluna. Hann sá og ekkju eina fátæka leggja þar 2 smápeninga. Þá sagði hann: Ég segi ykkur með sanni, þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir. Hinir allir lögðu í sjóðinn af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum alla björg sína. Einhverjir höfðu orð á að helgidómurinn væri prýddur fögrum steinum og heitgjöfum. Þá sagði Jesús: Þeir dagar koma að allt sem hér blasir við verður lagt í rúst, ekki steinn yfir steini eftir. En þeir spurðu Jesú: Meistari, hvenær verður þetta og hvert mun tákn þess að það sé að koma fram? Hann svaraði: Varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: Það er ég. Og tíminn er í nánd. Fylgið þeim ekki. En þegar þér spyrjið hernað og upphlaup, þá skelfist ekki. Þetta á undan að fara, en endirinn kemur ekki samstundis. Síðan sagði Jesús við þá: Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verða landskjálftar miklir og drepsóttir og hungur á ýmsum stöðum, en ógnir og tákn mikil á himni. En á undan öllu þessu munu menn leggja hendur á yður, ofsækja yður, færa yður fyrir samkundur og í fangelsi og draga yður fyrir konunga og landshöfðingja sakir nafns míns. Þetta veitir yður tækifæri til að bera mér vitni, en festi það vel í huga að vera ekki fyrirfram að hugsa hvernig þér eigið að verjast. Því ég mun gefa yður orð og visku sem engin mótstöðumenniðar fá staðið í gegn né hrakið. Jafnvel foreldrar, systkin, frændfólk og vinir munu framselja yður og sumir yðar munu líflátnir. Og allir munu hata yður af því að þér trúið á mig, en ekki mun tínast eitt hár á höfði yðar. Verið þrautsegir, með því munu þér ávinna lífið. En þegar þér sjáið herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar er í nánd. Þá flýið þau sem í Júdeu eru til fjalla, þau sem í borginni eru flytjist burt, og þau sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana. Því þetta eru refsingardagar, þá er allt það rætist sem ritað er. Vei þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum, því að mikil neyð mun þá verða í landinu og reiði yfir þessum líð. Menn munu falla fyrir sverðseggjum og verða herleitir til allra þjóða og framandi þjóðir munu fótum troða Jerúsalem þar til tímar heiðingjanna eru liðnir. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og á jörðu angist þjóða, ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu falla í öngvit af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnanna munu riðlast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og berið höfuðið hátt, því að lausn yðar er í nánd. Jesús sagði þeim og líkingu: Gætið að fíkjutrénu og öðrum trjám. Þegar þér sjáið þau farin að bruma, þá vitið þér af sjálfum yður að sumarið er í nánd. Eins skulu þér vita, þegar þér sjáið þetta verða, að Guðs ríki er í nánd. Sannlega segi ég yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok, uns allt er komið fram.
Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Hafið gát á sjálfum yður. Látið ekki svall og drykkju eða áhyggjur þessa lífs ná tökum á yður, svo að sá dagur komi ekki skyndilega yfir yður eins og snara. En hann mun koma yfir alla menn sem byggja gjörvalla jörð. Vakið því allar stundir og biðjið, svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannsyninum. Á daginn var Jesús að kenna í helgidóminum, en fór og dvaldist nætur á Olíufjallinu sem svo nefnt. Og allt fólkið kom árla á morgnana til hans í helgidóminn að hlýða á hann.